Ég heiti Unnur Mjöll Harðardóttir og ég var í ofbeldissambandi í 2 ár með hléum. Þetta var bara stjórnunarsamband með mikilli afbrýðisemi og hann algjörlega réð öllu. Þetta var andlegt og líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi. Ég átti alltaf að taka hann fram yfir skólann, fram yfir vini mína, fram yfir fjölskylduna. Afbrýðisemi út bara alla karlkyns sem ég þekkti, stráka í skólanum, bara frændur mína, bræður mína. Líkamlega ofbeldi byrjar þegar að ég flyt inn. Þá er þegar allt dótið mitt er komið og þá er maður einhvern veginn svo fastur. Þetta þróast svo mikið og byrjar bara þar sem hann kannski kastar hlutum eða lemur í borð og svo fara hlutirnir að lenda í manni og svo byrja högg að koma á mann. Einu sinni var strákur sem kom að tala við mig. Ég horfði í vitlausa átt þar sem að strákur var að labba framhjá. Þannig að það snerist alltaf einhvern annan strák og með það að ég væri að vera ótrú honum. Hann hélt mér vakandi kannski bara nóttina fyrir próf og ég mátti ekki mæta í skólann og af því að læknar héldu framhjá og af því að ég var í læknisfræði að þá myndi ég halda framhjá. Ég var ekki gáð neins staðar annars staðar og ég kunni ekki neitt annað heldur en bara að vera í skóla. Ég endaði á að fara því ég var bara aðfram komin af svefnleysi og það var farið að ágerast líkamlega ofbeldi, það var orðið svo oft og ég fór og dagarnir eftir að ég fór að upplifa þetta frelsi, að geta ráðið hvert ég myndi fara og hvað ég væri lengi og ekki alltaf að þurfa að drífa mig heim. Ef ég þyrfti að mæta í skólann þá þyrfti ég ekki að drífa mig heim og ég veit ekki hversu mikið ég knúsaði fjölskylduna mína. Ég fékk svona viðvaranir hann sem að hann einhvern veginn náði alveg að snúa út úr. Hann var svo góður, hann var svo fullkominn í byrjun að ég trúði ekki að hann gæti verið svona. Þegar ég bar upp á hann það sem ég hafði heyrt hann, að þá sagði mér bara fyrrverandi kærasta hans væri geðveik og þetta væri bara mesta kjaftæði sem til væri. Í byrjun okkar sambands að þá var hegðun sem að hefði kannski átt að kveikja á einhverjum ljósum hjá mér eins og þessi sjúka afbrýðisemi og svona allt var mér að kenna. Það var aldrei neitt honum að kenna. Ég eiginlega svona hunsaði merkin. Það er örugglega það sem ég hugsa um á hverju minnsta degi af hverju ég var í þessu sambandi og af hverju ég fór aldrei. Ég held að það sé svona mikla þrá að hann verði aftur svona fullkominn eins og hann var í byrjun og að ég geti hjálpað honum. Ég bæri ábyrgð á honum liði vel. Ég er ekki hrædd við að hann gerir mér eitthvað í dag. Ég er hrædd við áhrifin sem hann hefur á mig. Hann vekur upp allar minningarnar ef ég sé hann. Þekktu rauðu ljósin og hlusta á sjálfa þig. Ég gerði það ekki.